Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Aðal samstarfsaðili hlaðvarpsins Nettó og mig langar að hvetja alla til þess að sækja samkaupa appið. Það bæði hægt að sækja það í App Store eða Google Play og þegar þú verslar þá færðu 2% af vöruverðinu tilbaka sem inneign í appinu. Og einnig eru reglulega auglýst sérstök apptilboð þar sem að veglegur afsláttur veittur af ákveðnum vörum og hann skilar sér einnig inn í formi inneignar. Þannig að þú skalt ekkert tvínuna við hlutina, bara sækja samkaupa appið og byrja að spara. Þáttur dagsins tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar og sjálfsögðu ég með frábæran gest eins og venjulega. Gestur minn í dag hún Hjördís Ýr Skúladóttir sem kennari og formaður MS-félagsins. Vertu velkomin. Þakka þið fyrir og takk fyrir að fá mig. Sjúkdómurinn MS eða MS-sjúkdómurinn, hann hefur oft verið nefndur sjúkdómur með 1000 andlit. Já, það má með sanni segja. Af hverju það? Hann bara svo ótrúlega fjölbreyttur og óútreiknanlegur og engi tveir sem að fá sjúkdóminn í rauninni eru eins. Og engin veitir henni hvernig næsti dagur verður eða framtíðin verður því að maður veit aldrei hvort að hann breytist, maður fái köst eða fari í sífasnun eða við fyrir nána væntalátt í það með skilgreiningarnar á því. Endilega. Og svo geta náttúrulega líka einkennin vera bara svo ótrúlega misjöfn og mér finnst eiginlega svona þegar fólk að spyrja mig út í þetta þá finnst mér svona best að vitna til að þegar ég fekk að greinist með sjúkdóminn þá fórum við, það var mér boðið hjá MS-félaginu var mér boðið að taka þátt í svona nýliðanámskeiði og við vorum 6 saman á námskeiðinu og ein í hópnum, hún bara fann bara fyrir ykkur svona doða í munninum og meðan annar á fyrsta degi, þá var hann að haltra og öðru degi þá var hann komið með göngugrind og þriðja degi þá var hann bara komin í hjólastól sem sýnir bara að þetta alveg ótrúlega misjafn og fjölbreyttur sjúkdómur og einkennin koma mjög mismunandi fram. Kannski fyrir mig mitt betri það eftir. En mér langar aðeins kannski að leyfa þér að segja kannski frá þér og þinn bakgrunn og hvenær þú greinist og slíkt. Ég í dag 50, ótrúlega ánægð með að vera orðin 50, bara hrikalega skemmtilegu dagur að eiga 50 afmæli, það var mjög skemmtilegt. Reyndar eru öll afmæli skemmtileg, maður á að fagna því, það bara magnaði að fá eiga afmæli. Ég í grunninn grunnskólakennari að mennt. Ég tók smá svona útidúr og tók lögguskólan á tímabili og vann aðeins í löggunni. Kynntist ekki manninu þínu þar? Ég kynntist einmitt manninu mínu þar sem ennþá starfandi í löggunni en ég ekki í löggunni lengur. Saman eigum við 3 börn sem eru næstum því ekki börn lengur. Það eru sem sagt 15 verða þessu árið 16, 19 og 20 ára. Wow. Ég skilaði ekki við en það bara jafn ung og við þegar við kynntumst, ég og maðurinn minn, hann heitir Þórarinn en þau eru svona gömul krakkarnir, ég skilði þetta ekki alveg. Við erum búin að flakka heilmikið, ég er búin að búa svona á alls konar skrýtnum stöðum og finnst þú að gaman að gera eitthvað svona ævintýralegt og lifa aðeins út fyrir bóksið. Hefur alltaf verið þannig eða var það meira eftir greininguna? Ég held ég hef alltaf verið þannig. Ef þú spyrir mömmu þá var ég mjög duglega að augra henni þessi á úlingsárunum þá var ég alltaf duglega að augra að vera svona. Ég svona, var svona pínu bara rebel í mér en samt alltaf svona innan skynsamlegra marka. Fór ekkit alveg, þú veist, ég fór ekki út fyrir klettabrúnina en eins og leiðis. En það kannski það margt sem var mitt gott við að greinast sko. Við fórum í alveg rosa ferðalag 3 árum eftir ég greinist þá var ég búin að vinna alveg eins og bara í mjög skemmtilegu starfi ótrúlega skemmtilegu og gefandi starfi í Raunvallaskóla í Hafnarfirði þar sem við vorum að innleiða spjaldtölvur og tækni og með nýjungar í skólastarfi og alveg ótrúlega skemmtilegt
nýrskóli eða tiltölulega nýrskóli og mikið svona lifandi starf og ótrúlega skemmtilegt og maður var bara, ég var alveg á fullu sko, þetta var alveg bara, ég gaf ekkert eftir og gaf mig alla í það, en ég endaði líka kannski bara svolítið á vegg. Þannig að þá tókum við ákvörðun og maður minn saði upp vinnu sinni, við leigðum húsið og við skelltum okkur í smá ferðalag og við vorum í burtu í við vorum í ferðalagi í 1 ár með Evrópu á húsbíl, þar sem ég er kennari, þá tók ég bara námsgögn og krakkarnir, þau voru bara nemendur mínir og við flökkuðum Evrópu í heilt ár. Magna. Já, það var alveg magna, þetta er bara algjörst ævintýri og bara engu líkt, ótrúlega skemmtilegt og svona 99,9% af fólkinu sem við hittum og kynntumst á leiðinni og það var bara frábært fólk og bara allstað alveg ótrúlega vel tekið á mót okkur og þetta var mjög skemmtilegt ævintýri. Mikil náttúrulega kennsla og ævintýri líka fyrir krakkana að upplifa. Og þau náttúrulega þekkja orðið bara lífið án ramma, þau eru alveg til í alls konar sko, þannig að þetta var mjög skemmtilegt og svo í kjölfarið því að þá langaði okkur, við vorum ekki alveg tilbúin til að koma heim strax, þetta var sem sagt 2018-19 og svo 2019 þá fundu fallegt hús í Slóveníu, pínu litlu þorpi sem heitir Rečica op Savinje, mjög krútlegt mjög krútlegt fallegt hús niður við læk og ykkur pínu litlu sveitaþorpi og þar vorum við 1 ár. Þá fóru heilt ár þar? Já, vorum heilt ár þar og þar voru krakkarnir í slóvenska skóla, þannig að þau lærðu slóvensku og börðust við að læra slavneskt tungumál, það er náttúrulega bara allt annað heldur en eitthvað léttmeti og það er bara rosa gaman en svo skall COVID á og við ákváðum að vera bara kjört á meðan að í byrjun sem sagt COVID-tímabilsins. Gátu þið unnið þaðan eða hvernig? Nei, ég var í leyfi sko, þannig að ég var í leyfi en maður minn bara var ekkert að vinna þannig að við leigðum húsið okkar út og það er unni hélt okkur gangandi sko, þannig að við þurftum ekkert að vinna. Þetta var bara svo lifum maður bara eins og maður á, það er bara svolítið þannig, maður er ekkert að, við vorum svo líka búin að safna okkur svolítið fyrir ferðina áður en fórum að stað, þannig að við vorum með svona smá við vorum aldrei í fjárhagskökkum eða neitt svoleiðis og það var tölvöld ódýrar að búa í Slóveníu heldur en á Íslandi, það var bara svona, það kostaði allt svona 1/5 af því sem það kostaði hérna heima þá. Hans búið jafnast núna held ég en já, en Slóveníu tók rosalega vel á mót okkur og ótrúlega ljúft og gott að búa þar og gott fólk og svona sveitin ótrúlega ljúf og góð við krakkarnir að labba heim í teim á skólanum þá var svona svínabú og kúabú og mjölkur stöð og eitthvað, þetta var mjög næs og ótrúlega fallegur staður. Af hverju völduð þið Slóveníu? Sko við vorum með augastað á Ítalíu og svona rosalega hrifin af ítölsku Ölpunum svona, já, og vorum ofsalega hrifin af svona norður Ítalíu og vorum svona að gæla við að flytjast þangað. Það var allt svo mikið vesen, bara nei, mamma mía, ætlið að flytja hingað, það verður hræðilega erfitt og allt svona bara þú veist að kaupa, leigja hús eða gera eitthvað svona samninga eða eitthvað, þetta var alveg meira áttar mál og við vorum náttúrulega ekki heldur talandi á ítölsku og það talar engin ensku, þú veist, þannig að engin af svona stjórnundum tala ensku. Þannig að við vorum búin að vera eitthvað svona spá og spekulara fram og tilbaka, við vorum búin að finna reynda leika og að fallegt þorp þar. Að þá var ég bara komið svolítið nóg þess að keyrum aðeins áfram, bara förum í smá rúndi viðbútt, þannig að þá fórum við og fórum yfir landamæri til Slóveníu og það bara, Slóveníu tók bara einhvern veginn svona vel á mót okkur og Slóveníu er undur fallegt land, alveg einstaklega fallegt land, ofsalega skógivaxið og bara alveg einstakt líka með strönd og í bakgarðum til dæmis í litla þorpinu okkar þar var skíðasvæði, þú veist, þannig að það var bara 10 mínútur að fara í fjall og þetta var bara algjör draumur og allir töluðu ensku og það var bara skólastjórinn bara velkominn og bara ekkert mál og bara ég skrá okkur strax og þetta verður ekkert vesen, þannig að þetta gekk allt eins og ég sögu, þannig að já, og það tala líka, það er mjög tölvöld meira af ensku tölu þar heldur en á Ítalíu, mjög mikil munur. Þú talar að börnin lærði mikið á þessu en þú, hvað fyrst þú út úr þessu ævintýri? Ferðalagi og... Já, maður lærir að meta, ég lærði að meta þessa litlu hluti, bara sem að svona, við tökum bara sem sjálfsögðum hluti í daglegu lífi, bara hluti eins og sturtu, bara privacy, bara eigðrúm,
eiga nóga fötum. Við áttum bara, þú veist, bara, já, og eiga bara smá svona líf út af fyrir mig, það er rosa gott, sko, þó ég elski fjölskylduna mína rosalega mikið, þá vorum við náttúrulega alltaf innvikluð í allar ákvarðanir og allar skoðanir og allt. Í 12 mánuði í húsbíl. Í 12 mánuði í húsbíl. Og ég skal taka það fram að húsbílinn var sem sagt 7,5 fermetrar að stærð. Þannig að, já, einmitt bara svona rými, bara sem dæmi, bara strákarnir, þeir fengu þess að voru með kojurnar aftur í og stelpan var með miðjuna, þannig við alltaf búum hana og hverjum degi mitt að bara, hún átti ekki einu svona sitt eigi rúm. Þannig að það er svo margt sem maður lærir og líka bara, þið veitir, þetta er ekki allt sjálfsagt. Það er ekki sjálfsagt að það sé alltaf rennandi vatn og það er ekki sjálfsagt að það sé stöðugt internettenging og það er ekki sjálfsagt að allir skilji tungumálið þitt og það er ekki sjálfsagt að að vera bara einhvern veginn bara tekið vel á móti þegar já, það var ansi margt sem maður lærði líka bara þess að maður lærði að raða upp á nýtt og maður lærði svolítið svona minimalisma, þú veist, bara í alvörunni þarf ég 17 hnífa, nei, ég þarf 1 til þess að skera, þú veist, grænmeti og ávisti og allt, sko, þannig að það var ansi margt bara svona sem í daglegu lífi bara lærðist. Og fannst þér að yfirfæra þetta á lífið þitt eftir þú komst heim? Já, og stundum saknaði þið svolítið. Ég saknaði þessi dag, líðu tíminn var að það eru 4 ár sinni við komum heim. Já, eða 5. Já, við komum heim 2020 og auðvitað náttúrulega við erum búin að, hvað er þetta, við erum búin að safna þess meira af því að þegar maður býr í húsbíl þá á maður rosalega lítið af svona óþarfa í kringum sig og það er því miður bara það komið aftur svona óþarfi í kringum mig. Mér langar að taka til í svona, þú veist, óþarfa og það er kannski bara bæði í veraldlegum og andlegum skilningi bara taka óþarfan og losa okkur við hann. Ég held að ég hef svona fengið mest út úr því bara að svona slaka betur á, finna minn innri frið einhvern veginn og vera bara svona aðeins rólegri í eigin skinni. Ég held að ég svona í gegnum tíðina er ég svolítið svona, hef ég alltaf verið svolítið svona alltaf aldrei svona lognmálla í kringum mig, alltaf eitthvað með vera og ég þarf alltaf að vera skipuleggi eitthvað og ég lærði það bara, þú veist, það er alltaf lægi að gera ekki neitt, sko, það er alltaf lægi bara að sitja og bara horfa útsinni og bara gera nákvæmlega ekki neitt. Og eiginlega nöðsynlegt. Það er eiginlega svolítið nöðsynlegt, sko. Ég þarf vel að fara aðeins að ná í það aftur núna. Við komum heim 2020 og þetta náttúrulega í miður COVID-ruglinu að fór ég reyndar að vinna í nýjum skóla og bara yndislegt og gott að vera þar. En ég þarf alveg að passa með sjúkdómurinn líka þannig að maður þarf að gæta sín og að því hann er svona, hann getur látið á sig kræla þegar að stressið þegar stressi fyrir að banka upp á og hann er svona pínu lífstíls tengdur þannig sko að til dæmis bara það er einu í rauninni sannanirnar sem hefur áhrif á sjúkdómin til dæmis reykingar það er bara alveg bara þetta er alveg bara mjög gott að vera ekki reykingamanniska með MS þannig að það er eitt sko en svona er hann svona stress líka það er svona stress getur líka haft áhrif á kast og einkenni. Já, við kannski bara förum aðeins í skilgreiningar, þú veist, hvað er MS-sjúkdómurinn? Já. Getur útskýrt á mannamáli? Ég skal reyna, en svo þetta er líka svolítið fyndið, sko, ég passa með að googla ekkert of mikið þó ég sé formaði félagsins þá veit ég svona bara passlega mikið því að ég vil heldur ekki vera bara alltaf eitthvað vera of mikið að spá í sjúkdómum, þú veist, bara það er, en sjúkdómurinn þetta er svona taugasjúkdómur og hann virkar þannig að svona sjálfsónæmis sjúkdómur sem að ég er í rauninni líka með minn ræðist á, eða ónæmiskerfið mitt ræðist á mýjelinið sem er utanum taugafrumunar. Þannig að koma skemmtir á taugafrumunar og boðin komast ekki alla leið. Þannig að boðin komast ekki alla leið í augun eða í munnin eða í kokið og getur ekki kynkt eða tungunni getur ekki talað eða fæturnar getur ekki gengið. En það er bara einstaklingsbundið. Það er einstaklingsbundið. Og svo eru til sko tvennskonar gerðir af sjúkdómnum. Annars vegar er það eins og ég er með svona í kastaformi og ég fekk bara svona MS-kast 2015 þegar að greinast.
að þá bara fer bara líka með minn bara alveg og ræðist á þetta mýjalín alveg bara á fullu og eyðileggur en svo lagast það sko, þannig að þegar kastið er búið þá koma svona, það eru skemmdir en það er ekki ónýtar, þannig að það getur verið svona ykkur smá skemmd eftir. Svona eins og ör. Já, eins og ör, já. og það er semst kastaform og í dag eru kastaformin alltaf bara, það er alltaf leiðgripið inn í og maður fær steragjöf ef maður fær kast til þess að bara minnka líkurnar á örum mitt. En í gamla daga þá fólk bara vinslast beðum að leggja sig og hvíla sig og ekki hreyfa sig og ekki gera neitt, en það er alveg þveröfugt í dag að maður á einmitt að hreyfa sig og liðka sig og vera bara aktífur en að lifa sterunum samt að virka. Svo er hitt formið að það er síversnun og þá er henni kom ekki köst, þá er bara svona smátt og smátt, þá bara heldur líka mann áfram svona smátt og smátt að býta á mýlinnið og skemma það, þannig að svona smátt og smátt fær maður föllun eða einhverja aðra skerðingu. Og hvort er algengara? Það er algengara kastaformið. En kastaformið endar samt mjög, ekki oft, en það getur endað svo í svona síðbúinni síversnun. Þannig að búin með kastaformið ykkur ákveðin ár, að þá snýr sjúkdómurinn við blaðinu og breytist í síversnun. Í dag er sko samt ótrúlega mögnu lyf til við sjúkdómum sem halda honum niðri í skefjum. Þetta er ólæknandi, það er engin lækning til. Það er til alveg bara mjög fín lyf sem að bara halda köstunum í skefjum, en bara köstunum sko. Það eru til líka einhver lyf við síversnunni en þau eru ekki eins þróuð og lyfum við kastaformi. Þannig að Já. Ég heyrði í nokkrum einstaklingum með MS fyrir þáttin, bara svona til að fá smá hugmynd og þá upplifði ég mitt hvað það hefði verið mikil þróun á þessum lyfjum. Ein vinkona mín sem greindist 2004 held ég, hún sagði bara hún var lyfjalaus fyrstu 10 árin, þeir voru alltaf að bíða eftir kasti númer 2 til þess að staðfesta að þetta væri MS. Er það hægt? Það er hægt, sko. Já, það er hægt. Og bara sko eins og þegar ég greinist 2015 þá var meiri segja sko þá var ég bara látin á það lyf sem var búið að vera bara lengi á markaði og var bara virknin bara svona þokkaleg og einmitt bara beðið eftir ég fengi, þú veist, verra eða myndi fá versnun eða verra kast eða næsta kast áður en ég færi á betri lyf eða svona nýrri lyf, en í dag er bara gripið bara strax inn í bara þetta eru bara bestu lyfin sem eru til og þau eru maður bara fær þau strax bara ef þú fær kast sko. En hvernig er þetta að greina þig, þú veist, hver eru einkenni kannski fyrstu einkennin og hvernig veit maður að maður sé með þennan sjúkdóm? Já, það er sko, það er alveg erfitt að greina það sko, en það er helst með því að fara í segulómun eða MRI og þar koma fram blettir bæði getur komið fram sem sagt í heila eða mænu, blettirnir koma fram í heila og mænu, hjá mér til dæmis eru blettirnir líka í mænunni og svo eru teknar líka, náttúrulega tekin bara alls konar svona taugapróf, bara hvernig bara á líkamannum á manni og svo er líka tekin mænu ástunga til þess að það er svona endanleg niðurstaða að fengi með því. Og rannsaka þá bara síni. Já. En hvað eru þessir blettir sem sjást? Hvað eru þeir? Já. Það er alltaf að tala að sjáist blettir, er þetta mýlin? Já, blettirnir sem koma fram, það er kallaðir svona lesions, á ensku, og þá er bara svona skuggi sem kemur, það er bara svona skemmdir sem koma í heilan. Já, og það sem getur gengið tilbaka. Já, það getur gengið tilbaka, já. En svo eru oft ör sem koma eftir og það er, ef örin eru náttúrulega slæm, þá er náttúrulega bara ör og þau eru varanleg og það er ekkit, þannig að þú getur alveg fengið slæmt kast og segjum bara eins og að því ég tek alltaf bara gott að vitna í mig að ég þekki mig best að ef ég fengi slæmt kast og þá myndi öri koma mjög líklega eftir í einhver staðar á mænu það sem myndi skerða göngugetuna mína því það er svona helsti það er allavega svona sjáanlegast hjá mér að þá kæmi ör á þann stað sem að í mænuna sem að
skerðir göngugetuna mína, þannig að þar væri mitt ör. Þannig að sko einkennin svo rosalega ólík eins og við sögðum áðan. En hvernig fer fólk það að gruna? Er það bara Já, það er svona bara alls konar sko. Það er til dæmis og líka taugalæknirnir og Landspítalinn tala líka mikið það að það er mjög margir sem koma inn á taugadeildina og grunar að þau séu með MS. Okay. En þau eru ekki með MS. Af því að það eru bara mjög margir aðri sjúkdómar sem hafa mjög svipaða mjög svipað einkenni. Þetta með sko, það er jafnvægisleysi, það er skert skynjun, þannig að eins og skynjun í líkamannum, skynjun í húðinni. Eins og sért svona dofin. Já, dofin, já, og jafnvel bara algjört tilfinningaleysi. Svo getur orðið bara eins og algjört máttleysi í fótum og höndum. Sjóntruflanir eru mjög, sjóntaugabólga er mjög algeng, þannig að fólk fær mikla sjóntruflanir. Það getur komið skerðing í talgetu. Svo getur líka verið vitsmunaleg skerðing sem kemur fram og já, þannig það er ansi og mjög algengt að fólk missi, eða þetta verði skerðing á til dæmis þvagblöðru. Þannig að fólk er auðvitað með að stjórna þvægi og já, svona sem dæmi. Þannig að innvortist kemur líka skerðing sko. Já. Á líffærum. Er fólk yfirleitt orðið fullorðið þegar greinist? Algengast er að greinast milli 20 og 40. Þannig að það er svona algengast að greinast milli 20 og 40. Þannig að þetta er yfirleitt fólk sem er sko í blóma lífsins, sem er að byrja að stíga sín fyrstu skref, búið eða kannski að byrja í háskólanámi, búið með háskólanám, farin að hugsa eiga börn og bara akkurat þegar bara lífið er að byrja. Það er lang flesti sem greinast þá. Þannig að þetta getur alveg gríðalegt högg fyrir fólk að fá þessa greiningu. Ég skal trúa því. Er einhverja tölur yfir fjölda á Íslandi? Því miður þá er bara enga sjúkdóma, það er engar almennilega tölur til fjölda fólks með MS en svona okkar tölur byggja á rannsókn sem var gerð 2011 vil ég segja og þá með við hana þá eru 800 manns á Íslandi með MS. Hvað eru til dæmis margis í MS félaginu? Við erum 950, það mega aðstandendur og velunnarar og heilbrigðisstarfsfólk getur líka gengið í félagið. Þannig að já, en þetta við vitum ekkert en svo við horfum á hinn Norðurlöndin að þá ef við ættum að vera á pari við til dæmis Danmörku þá ættum við að vera með 1200 manns með MS á Íslandi. Svona bara með höfðatölu og íbúafjölda og allt þetta. Þannig að við vitum svo sem ekkert hversu nákvæmlega hversu margir eru með MS. Nei, ég fór aðeins inn á síðan ykkar og þá stóð MS er ekki smitandi. Þáttur erfða er lítill og sjúkdómurinn hefur ekki mikil áhrif á lífslíkur. Nei. Mér finnst þetta allt svo sláandi, þú veist, ok, það er gott að vita að hann er ekki smittandi eða kannski hafa einhver áhyggjur af því, en að þáttur erfða er lítill. Hefur það þá bara verið rannsakað? Já, það er búið að rannsaka það, þannig þetta er ekki arfgengt, sko, en liggur í genum, sko, þú veist, þannig að kannski getur með fjölskyldu, það sem eru margir í fjölskyldunni kannski með MS eða jafnvel aðra sjálfsónæmi sjúkdóma. Já, er það talað um svona miðtaugakerfi sjúkdóma? Já. Ég hef einmitt heyrt það, kannski sömu fjölskyldun einhver með sykursýki og einhver með einhverfu og einhver með MS. Hefur þú heyrt eitthvað um ekki þannig? Ekki þessa tvo, nei. Meira svona eins og kannski eins og já, nú man ég ekki bara í augnablikinu hvaða sjúkdómi, ég vil heldur ekki ljú ekkur í loftið. En svona, já, svona psoriasis og svona með svona sjálfsónæmis sjúkdómar. Já, frekar kannski. Okay. Ég heyrði einhvers stað, sko, það sem mér finnst svo ótrúlegt að það, þú veist, nú veit ég ekkert hvað er til í rannsóknum þetta, en að mygla, að vera lengi viðverandi myglu geti triggerað þá sem eru með kannski þessi MS-gen. Hefur eitthvað heyrt um það? Já, sko, það er semst þannig að það er nýjustu rannsóknir sína líka að til þess að fá MS þá verður að vera búin að fá
kissuveikina, innkirningssótt, Barr-Epstein-vírusinn eða Epstein-Barr-vírusinn og þannig að ef þú hefur ekki fengið, þá ert ekki komið með þann vírus í þig og þannig að þá færði ekki MS. Ok. Já, þetta er alveg splunkun í rannsókn, sko. En það fá svo ótrúlega margir þannig vírus, þannig að það er ekki hægt að bólusetja við þessu, þannig að það er ekki leiðin út, sko. En það þarf líka eitthvað annað að gerast. Það þarf líka eitthvað annað svona sem sagt, í umhverfinu að gerast í þínu lífi sem að tryggarar og kemur sjúkdómnum á stað. Eins og hvað? Já, ég veit það ekki. Það er bara eitthvað sem að, þú veist, fólk, það er talað ef fólk lendir í einhverjum áföllum eða ef það til dæmis stundar óheilbrigt líf, ef það er með bara að drekka mikið áfengi, reykja mikið, borða óhallan mat, að þá hjálpar það ekki til. Eða þá getur það tryggerað sjúkdóminn, en það er bara svo ótrúlega lítið vitað. Þannig að þetta er bara því miður, alveg, þetta er bara við erum samt ekki nóga mörg, það er ekki nema, það er 1,2 milljónir Evrópubúa með sjúkdóminn, sko. Já, ok. Já. En að því að þetta hleyp snýst nú heilsu og þú varst að koma inn á það að stunda bara heilbrigt lífverðni og tæmi sig góðan lífstíl hefur áhrif á til dæmis þetta að mögulega senka fóksjúkdóminn eða... Já, og líka bara, ef þú ert komið með sjúkdóminn, þá getum að gert svo margt. Lífið er náttúrulega óútreiknanlegt og við getum aldrei sagt að bara með því að vera bara í jóga og drekka ekki kaffi og borða hollan mat og þá gerist ekki neitt og svo bara getur eitthvað gerst. En þú getur það er samt svo margt sem að maður getur gert til þess að bara reyna til að gera sjúkdóminn svona bærilegan og að því að það er alveg sannað að ef þú lifir streitu miklu lífi að þá fer streitan beint í einkennin. Þannig að þú lendir í ykkur ef þú lifir bara, ef þú ert í bara mikil streitu og stressi að þá ef göngugitaðin er þitt ör að þá ferða beint í að göngugitaðin verður léleg. Og ég mitt hefur heyrt fólk tala bara þetta munar öllu, bara stunda núvitund og núvitund hefur mjög mikil áhrif á og margir hafa líka talað bara breytt mataræði, bara glúten, sykur og mjólkurlaust mataræði hafa mikil áhrif á sig. Ég þekki einn með MS sem að bara með því að breyta mataræðinu það var enda dálítið bara stórar miklar breytingar en þá fór að hafa svakalega góð áhrif á hans MS, bara ekki fengið kast lengi. Nei, og svo er annað sem að því ég var nú á ráðstefnu daginn, það var eitt sem kom mér svo óvart, það langflestir sem fara eða verða óvinnufærir vegna sjúkdómsins verða óvinnufærir vegna þess sem kallað er á ensku fatigue og ég kann ekki almennilega segja hvað það heitir á íslensku en það er þessi MS þreyta og þú lagar hann ekkert með því að leggja þig það er bara eitthvað svona ofur þreyta þú bara örmagnast í rauninni og það er bara eitthvað sem við þurfum náttúrulega bara svolítið mikið að horfa til. Þetta er að valda fólki, fólk hver bara á örorku út af þessu. Það er bara algjörlega orkulaust og bara klára sig. Og ég held, nú bara vona ég að ég sé ekki að fara með ykkur að fleipur, en ég held að við getum hjálpa fólki mikið í því að þú veist að reyna að stýra orkunni og það er bara nummer 1, 2 og 3 hjá mér er bara að stýra orkunni hvað ætla ég að taka mér fyrir hendur í dag ætla ég að eyðinni í að djöflast í ykkur sem að skilar mér engu eða ætla ég að eyðinni í að byggja mig upp og hjálpa mér að lifa sómasamlegu lífi Sko, ein vinkona mín er búin að vera með MS í 20 ár og hún var eiginlega bara svona svolítið stolt af því að hvað hún er búin að læra inn á sig að því ég spurði hann aðeins út í þetta og já, hún er sem sagt með taugaverki á hverjum einstadegi en er bara búin að upplifa það hvernig hún getur svona stillt síni streitu, í sjúkraþjálfun einu sinni í viku, svona vöðvaspennulósun og þetta en hún sagði bara það svo mikilvægt að upplifa ekki á mikla streitu, vera duglega að hreyfa sig, fara í sund, þú veist, í heita pottinu og kalda og eitthvað svona, en að því að fyrir hana að leggjast niður og slaka á, það er eiginlega bara verra, því að þá finnur hún bara meira fyrir verkjunum.
Þannig að fyrir hana raun og veru bara slökun að vera svona eins að gera eitthvað rólegt. Já, og slökunin getur náttúrulega líka mitt eins og þú segir, bara vera að fara í heitapottin eða vera í ykkur svona virkni, líkamlegri virkni, það líka náttúrulega, já, streitur losandi að vera að taka á því og svo líka bara, við vorum að gefa út, MS-félagi gefur út blað á hverju, þessi 2 ára á ári og blaðið okkar bara að koma út þessa myndir, bara akkurat núna, fyrra tölblað þessi árs og í aðalgreinin í blaðinu strákur sem heitir Hallur, hans sem sagt sen að sauma út og þegar sér þennan mann þá myndið aldrei sko gruna að þessi maður saumar út en hann bara snilld það sem hann gerir og það bara svo sjúklega mikilvægt að við bara finnum okkur það sem hendar og einmitt þetta, það hendar mér hendar alltaf mér mjög vel að fara í ískaldan sjóin, það bara gefur mér ótrúlega mikið og það gefur mér líka mikið að fara að spila golf og vera bara aktív og vera innanum, þú veist bara vera aktív og en þetta, þú veist, við verðum alltaf að finna eitthvað takt bara það sem við erum að losa og vera ekki í streitunni, þú veist bara að því það að vera ykkur í kjarkju að bara, já, það bara skilar engu. En finnst þér á orðin svolítið vitundavakning þennan sjúkdóm undanförnum árum? Já, ég vona það allavega, sko, það var náttúrulega þannig að í gamla daga þá var bara, þetta var bara ávísun og hjólastól. Það var bara þannig, þetta var bara ávísun og hjólastól. Það fyrsta sem vinkona mín sagði fyrir ekki að ég gripa fram í, hún sagði það akkurat, hún fór eitthvað að googla og henni bara döðbrá auðvitað, af því að hún sá bara einhver fólk í hjólastól og sá bara, ó nei, líf mitt bara búið, þetta 20 ár síðan. Já. En svo hefur bara svo ofbúslega margt gert. Já. Sem betur fer til hins góða. Sem betur fer, já, algjörlega. Og og það var svolítið magna líka að lifið til dæmis sem ég á núna sem að það var sem sagt, krabbameinslif upprannlega og lifin flest sem við erum á eru svona ónæmis bælandi lyf, þannig að ónæmiskerfið okkar bara komið niður í 0 og en það var sem sagt bara voru nokkru einstaklingar meðal annars kona á Íslandi sem að fór í krabbameinsmeðferð og hún fór í krabbameinsmeðferðina í hjólastól og hún labbaði út úr krabbameinsmeðferðinni þannig að það hafði þessi frábæru aukaverkanir að það löguðist MS-einkennin hennar og hún fekk bara raunir pínu lækningu á sínum einkennum sko. Þannig að lyfin eru náttúrulega bara frábær með það sem þeim voru. Og líka bara hugsunin, þú veist, einmitt þetta, ég held að það sé bara svona yfir höfuð í heilbrigðiskerfinu. Ég meina, í eldgamla daga þá átti fólk náttúrulega bara að liggja, eða konur að liggja á sæng þegar voru búin að eiga börn og ekki hreyfa sig í marga daga eftir. En í dag þetta bara, við eigum bara að hreyfa okkur og stunda, og sem fyrst að fara á fætur og fara fram úr og hreyfa okkur og anda okkur fersku lofti og vera úti og taka þátt í lífinu. Það bara það sem skiptir máli. Það bara númer 1, 2 og 3. Algjörlega. Já. En hver voru þín fyrstu einkenni? Það var pínu fyndið sko. Ég mjög, eins og segi, bara hjólaði alltaf í úr vinnu. Þannig ég var búin að vera lengur en allir hinni fór að hjóla í úr vinnu. Þá var ég alltaf að hjóla í úr vinnu og fólk bara, ertu fáviti að hjóla í hálku og snjó? Bara nei. Og ég var leiðin til vinnu og datt. Og þetta var í október og svo bara datt mjög illa og bara brotnaði mjög illa og var svolítið frá vinnu og líka frá hreyfingu og svona. Þannig að það drá svona svolítið úr mér. Svo fór að vora. Og mér batnaði bara ekkert. Og ég skildi ekkert í þessu og ég bara, þetta er bara slen. Þetta er bara slen, ég bara verða að harka á. Og ég menna að labba eitthvað smá göngutúr í Heiðmörk og bara ég var bara alveg búin, sko. Ég gæti ekki lyft fótunum og ég bara stiðið mig við vinkonu mína og ég gæti bara ekkert gengið. Og það var svona, göngu geta maður farin, það byrjaði svona í doða, í miðja, svona bara kviðin, sem fór svo upp eftir líkamannum og niður eftir líkamannum, svona húðin var svona alveg dofin og svo fór göngugetan að verða svona léleg og svo misti ég líka mátt í vinstri, þetta var sett vinstri fótur og vinstri hönd og þóttu svo væntu hvernig ég var greind sko, því að það er til að vera hræðilega sögur af fólki sem er greind sko, það er bara fólk er búið að bíða í 8 ár eða 20 ár eða eitthvað bara með móðusíki eða með
taugaveiklun eða þunglindi eða bara eitthvað. En ég var ótrúlega heppin þegar ég fer í þetta 2015. Ekki þar fyrir ég var búin að fá einkenni fyrir og þá var ég náttúrulega bara með ykkur að klemda taug og bla, en fyrir mikið nánar út í það. Þegar ég var greind 2015 að þá var bara læknanemi á heilsugæslunni og hann, ég hitt hann svo eftir og hann sagði, mig grunaði að þú væri með MS en ég gat náttúrulega ekkert sagt. Og hann bara leiðbindi mér alveg svona nákvæmlega, bara ok, þegar þú ferð, ef þetta lagast ekki þá óttu að fara á bráðamóttöku og þú óttu ekki að fara fyrir þú búin að hitta taugalækni. Þannig ég beið í 11 klukkutíma á bráðamóttöku ykkur hálfum mánuði síðar og var svo bara greind með MS ykkur 3 vikum síðar eitthvað sleiðis, þannig að þetta var ekki langt ferli, greiningaferli mitt sko. Þannig að já, það var bara mjög gott sko, en akkur varst að spyrja með þessu, nú er til þess búin að gleyma. Nei, en já, þú ert búin að svara spurningar, en er þetta mikið hamlandi fyrir þitt líf? Já, nei, sjálfur sér ekki sko, ég held að ég geti nú eiginlega bara, ég fæ nú alveg stundum að heyra að ég gera nú bara meira heldur en þeir sem ekki með MS sko, þannig að ég held að þetta sé nú ekki mjög hamlandi, ég kannski ég er náttúrulega með minni orku heldur en ég hefði áður sko og labba náttúrulega ekki eins hratt og labba ekki eins langt, en með góðu bara með góðri þjálfun og með góðum líka tækjum, þú veist, ég á til dæmis alveg bara fína stafi og ég á spelkur sem ég seti í skóum minn og við bara á mig og nota það og svo til dæmis ef ég er að fara í ykkur ferðarleið til útlanda þá passa ég bara alltaf á því að biðja hjólastólaðstóð á flugvöllunum, þú veist, þannig að svona ég held að þetta hamli mér ekkert neitt mikið, þetta gefur mér bara svona aðra einsýn inn í lífið og við fáum öll eitthvað, við sleppum ekkert, þú veist, það eru bara allir sem þurfa að díla við eitthvað óskapnað sko og það bara skiptir öllu máli hvernig maður tekst á við það og bara takast á við það, bara slatta væðruleysi og með pínu svona jákvæðni og ég var sko í greiningaferlinu til dæmis, þá var ég búin að og horfði ég á svolítið að lækna þóttum sem var ekki gott og ég var búin að bara teikna á mig bara heila æxli sem vafði þessi utanum heilan og alla mænuna, þannig ég var voða fegin, ég var bara með MS. Já, það sama á eitt sem ég talaði við, hann sagði að hann hefði verið búin að ímynda sér bara að hann væri komið með krabbamein og svo þegar var sagt að hann væri með MS þá var hann bara, ok. Já, ekkert mál. Já, og líka, ég held líka, það hjálpi líka sko, ég átti frænku sem að hún var í hjólastól og hún var með MS og og hún var bara svo ógeðslega glöð, hún var alltaf bara svo ótrúlega skemmtileg og það var alltaf svo gaman að heimsækjana og hún var alltaf svo hress og kátt og eitthvað, ég held að það hefði líka bara haft eitthvað að segja sko og já. Fallegt, það er eitthvað svona fallega fyrirmynd. Já, og það er náttúrulega mín von að ég sé fallega fyrirmynd fyrir einhverja sko, því að ég bara í alvörunni, það er bara ég hafði það sem markmið þegar ég var lítið stelpa að mér langaði að láta gott að mér leiða og mér langaði að verða læknir í einhverju þróunarlandi eða eitthvað, en ég var nú aldrei læknir, en ég er búin að vera kennari í 20 og eitthvað, guðmöðu og hvað mörg ár og ég vona að ég hafi haft eitthvað góð áhrif og eitthvað mínu nemendum sem ég er búin að hitta í allir þessi ár 100%. Og núna er ég 100% og nú er ég bara komin á þennan stað, nú er ég formaður MS-félagi ég er svo sem ennþá kennari og vinni ennþá í skóla og en í MS-félaginu vona ég líka ég snerti við einhverjum og geti svona hjálpað einhverjum, þannig að kannski er ég alltaf eitthvað að láta gott að mig leiða og reyna bara einhvern veginn að bara hafa góð áhrif á fólk og vera svona góð og jákvæð fyrirmynd. Þú ert það, Hjördís. Já, nú fyrir ég bara ekki að skæla. Og þess vegna ertu líka hér. Já, takk fyrir. Mér finnst þú svo, bara einmitt, svo mögnuð. Takk fyrir. Svo er líka vanda með mig þegar fólk segir eitthvað svona við mig þarf að segja bara takk og taka þið til mín. Vel gert. Já. Akkurat, maður þarf að læra að taka hrósið mitt. Já. En varðandi heilsu, hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa fyrir mér er svona að finna sinn innri svona frið, finna sína gleði. Það er í einhvern orðum MS-félagsins, það er til dæmis jafnvægi og ég held að jafnvægi sé svona
eitthvað svona sterkasta orðið sem ég geti nota til þess að finna varandi heilsu. Því að við megum ekki gera of og ekki van. Og fyrir mér líka mjög mikilvægt að æfa jafnvægi því að jafnvægi, ég náttúrulega misti svolítið mikið jafnvægi skynið því við greininguna. Þannig að jafnvægi skiptir ótrúlega miklu máli. Bara stunda heilsusamlega hreyfingu sem að hendar þér og þú hefur gaman að. Borða mat sem að þér finnst vera góður og og njótans. Án þess að vera að predika með eitthvað svona of heilsusamlega fæði heldur að það sé bara skynsemi. Ekki sökkva þær í eitthvað óhollustu. Við vitum alveg að transfita er óholl og sykur er óhollur en ef þú ætlar að leyfa þér súkkulaðimúlan bara njóttans þá ekki borða með samvisku bitið. Býta án samvisku bits. Og og bara þú veist og stunda líka bara vera bara með bara gott félagslegt net í kringu þig. Því að félagslega heilsa er alveg sjúklega mikilvæg og mikilvægt fyrir fólk að einangrast ekki. Því það er bara, held ég það sem við bara sem nútíma samfélag, það er í rauninni það sem að kannski er næst mesta, eða það er mesta áskorun hjá okkur að það er að fólk til dæmis greinist með einhverja erfiða sjúkdóma að það einangrast gríðarlega félagslega. Þannig að þessi félagslega heilsa má ekki gleymast. Er MS samtökin eitthvað að vinna í þessu, að hjálpa fólki með MS að tengjast? Já, algjörlega. Við erum einmitt bara mjög stolt, við erum við bjóðum upp á alls konar, gegnum tíðinu hefur bóðið upp á alls konar námskeið og fræðslu og svona bóðið fólki að koma bara til okkar niður í félag. Og svo erum við núna búin að starta, það heitir MS Kaffi. Og þá bara allir sem að tengjast MS bara ef einhvern hátt að bara velkomið að koma í kaffi í húsin okkar. Við eigum hús á Sléttuvegi 5, bara ótrúlega fallegt og notalegt hús og við erum með MS Kaffi alltaf einu sinni í mánuði. Og svo eru svona undirsamtök líka undirsamtök, svona hópar sem við erum með. Það er til dæmis hópur fyrir unga og nýgreinda. Þar hittist fólk undir 35 ára eða þau sem eru nýgreindir undir 35 ára hittast alveg reglulega og gera bara eitthvað skemmtilegt saman. Er ekkert endilega að ræða þú veist, kastið mitt í gær eða hvernig er MS-streitanar hjá þig og eitthvað svona. Heldur bara að hafa bara svolítið skemmtilegt og bara vera bara saman. Svo er nýbúið að stofna hóp fyrir 35 ára og eldri og það er svo sem eins, bara hittast að hafa gaman. Svo erum við með hópa út á landi líka sem að hittast alveg reglulega, alveg einu sinni í mánuði. Það er einn hópur, það er allavega hópar á Akureyri, Selfossi og Suðurnesjum. Svo hefur lengi verið hópur líka á Sauðárkróki. Já, þannig þetta er svona í gangi og svo er félagið er alltaf, húsnæði er alltaf opið fyrir, þannig ef fólk með MS eða einhverju aðstæðnendur vilja hittast og fá svona rými til að hittast og drekka eitt kaffibolla, þá stendur það alltaf til boða. Þannig að það er bara að gera. Já. Æðislegt. Er eitthvað annað sem félagið gerir svona sem að þið langar að segja frá? Já, við erum náttúrulega bjóðum upp á fyrir okkar félagsmenn bjóðum við upp á ráðgjöf, bæði félagsráðgjöf og sálfræðiþjónustu. Þannig að fólk getur fengið það bara án endurgjalds. Já, mjög gott. Ég fengið svona nokkra tíma í hjá sálfræðingi og félagsráðgjöf og það er ótrúlega mikilvægt, það er alveg ótrúlega mikilvægt að hlúa þessum hlutum og þetta þarf ekkert endilega vera leið og fólk greinist. Þetta getur líka verið, það er líka gott að leita til félagsráðgjafa til dæmis þegar að sjúkdómur tekur breytingum eða þú bara upplifir einhverja breytingu í þínu persónulega lífi að geta leita til sálfræðings og svo líka bara félagsráðgjafinn og svona alls konar varðandi svona fjárhagslegt öryggi til dæmis og bara réttindi og hvar við stöndum. Þannig að við reynum svona eftir hreinsta megni að bara gefa fólki góð ráð. Svo höldum við svona bara alltaf erum við með maí er svona vitundavakningamánuður, þannig að það er bara fínt að
ef að þátturinn byrtist einhvern tímann kemur akkurat í maí. Akkurat, sko, þetta er allt með ráðum gert þú bara vissir þetta og hann er sem sagt, þetta er sem sagt alþjóðlega, þá er maí tilengaður, svona vitundavakningamánuður og og við erum með sem sagt þemaði árið mitt MS og þannig að bara tökum fram svona bara það helsta sem að bara hvernig er mitt MS að hrjá mig eða hvernig er það að hjálpa mér og vitundavakningin fer fram svona aðalegi gegnum samfélagsmiðla og þetta er á alþjóðavísu þannig að fólk er að posta alls konar á samfélagsmiðlum og vekja athygli og við reynum líka að skrifa greinir í blöð og svona aðeins að vekja athygli á okkur og svo höldum við í lok svo er sko alþjóðadagur MS er alltaf síðast er sitt 31. maí 31. maí þá er alþjóðadagurinn en við heldum alltaf svona vorhátíð og hún er síðasta miðvikudag í maí og þá er svona húlum hæparnir í félagi og það verður mikið líf og fjör þá það er sko óvænt mjög stór stjarnar sem að mun koma fram ég ætla ekki að fara nánar til það verður mjög gaman þannig að þetta er svona þetta er svona það helsta sem við gerum en fólk hefur sko komið bara nýgreint beint af spítalanum að því við erum á Sléttuveginum þá bara labbar það að leiku við bara heita greiningu og það er það fyrsta sem það gerir, það er að það kemur til okkar í félagi. En við erum líka alveg sjúklega góðu samstarfi við taugadeild Landspítalans. Það er eitthvað alveg bara meiri háttar. Við bara erum í góðum samskiptum við þau. Frábært. Já, og þau leita til okkar og við leitum til þeirra og eins og í fyrra þá vorum við afmælisráðstefnu og þá var sem sagt bara taugalæknir sem hélt bara frábært erindi og við erum alveg bara í mjög góðu samstarfi og hittumst alveg reglulega. Þannig að það er alveg fundir á milli deildarinnar og okkar reglulega. Yeah. Og það er bara mjög mikils virði og ekki sjálfgefið heldur. Hvernig fjármagnar maður svona félag? Eða þú veist, hvernig? Já, maður fjármagnar svona félag með náttúrulega með því að fara inn á styrkja.is og styrkja okkur og þar getur maður gerst bara mánaðarlegur styrktaraðili og svo fjármagnum við að fyrst og fremst bara með góðvild fólks í okkar garð. Svo er Reykjavíkumaraþoni? Já, Reykjavíkumaraþoni, það er heldur betur, verður líka það er alltaf svona einna stóru póstunum okkar. Gaf þér 5 þarna eitt árið? Já, það er ótrúlega, og það er líka svolítið fyndið sko, ég hef alveg hlaupið, ég hef hlaupið í maraþonu, áður en ég greindist með MS og líka eftir ég greindist og það er eitthvað merkilegasta hlaup sem ég færði í, þá hljópi 10 kilometra hljóp, ekki raskat í pala en ég hljópa stað alveg bara fulla orku og þetta var sem 2015 og það voru 2 vinkonur mínar sem fóru með mér og ég tók ekkert eftir því ég kom í mark en það er semst, ég tók náttúrulega alveg því að það þurfti að leiða mig ég þurfti að bara hanga á öxlanum á þeim þegar ég gat ekki gengið eða gat ekki labbað þannig það er bárum í mark og gleðin mín, hún var mögnuð ég var svo stolt, ég var svo ánægð þetta var svo geggjaður dagur og ég gaf börnunum mínum 5 og ég kom í mark og bara yes, þetta var æði og svo eftir á þegar ég fór að skoða myndirnar þegar ég er að gefa börnunum mínum 5 þá er engin annar að hlaupa þannig að það er eiginlega allir komnir í mark en ég tók ekki eftir því þetta var alveg magna og bara maraþoni náttúrulega bara einstakt sko þannig að við verðum bara að fá góða hlaupara með okkur í liði, það er bara skiptir ótrúlega miklu mál og það er líka ógeðslega skemmtilegt að vera í stuðningsliðinu, það er hrikalega gaman, bara missa röddinu öskra úr sér bara vit, ráð og rænu þarna á hliðalínunni, hrikalega gaman líka þannig að maraþonið er vissulega, já, stór postu hjá okkur, svo gefum við út blaði, við gefum það ennþá út MS-blaðið út 2 ári og það er bara líka fullt af fólki sem að kaupir auglýsingar í blaðið og styrktarlínur og svona, þannig að það gefur okkur líka alveg bara dágóða summu og svo er Reykjavíkuborg og þessi Reykjavíkuborg styrkir okkur í félagsráðgjafa þjónustunni og svo er það heilbrigðisráðuneyti styrkir okkur líka en það er ekkert svona stóri styrki það er bara mjög stórir og fínir styrkir bara glæsilega styrkir, en við fáum svona smá styrki líka en fyrst og fremst er þetta samt
er þetta samt bara náunginn og næsti maður og næsta kona sem að styrkja. Já, það er nú fallegt. Já. Að því varst að tala að þið eru kannski að reyna að vekja athygli á hvað mikið greinaskrifum og svona, þá tók ég nú eftir nýrri grein nýlega hjá þér sem hét mannréttindabrót. Já. Á Vísi. Já. Viltu segja okkur aðeins frá því, mennst þetta er svo flott grein hjá þér? Takk fyrir það, já. Þetta var líka svolítið svona, ég skrifaði greinina í kjölfar þáttar sem að RÚV sýndi, það sem að heitir Kveikur. Það sem var að fjalla ungt fólk sem er komið fyrir á hjúkrunarheimilum og það er bara ótrúlega sorgleg staðreind að við erum ennþá að glíma við það að fólki er komið fyrir, það er geymt á hjúkrunarheimilum og fær ekki viðunandi sjúkraþjálfun, viðunandi sjálfstætt líf og ánáttúrulega bara enga veginn saman með eldri eða fólki í kringum áttrætt á hjúkrunarheimili sko. Og ég bara eitthvað varð bara fyrst og fremst bara sorgmætt þegar ég horfði á hana þátt og þetta er náttúrulega lifandi efni, það er sem sagt í fyrra var ÖBÍ var ÖBÍ með ráðstefni sem hét Fólk á endastöð og það sem er runni það bara því endastöð er oft hjúkrunarheimili en að vera 35 ára á endastöðinni og eiga kannski 60 ára eftir af lífinu, það er ótrúlega sorglegt sko. Og hlusta á fólk þar sem að það tekur því ekki eignastu vinina á hjúkrunarheimilina því það bara deyr svo ört sko. Og eins og kom fram í þættinum þarna fólk sem er með börnin þeirra geta ekki einu svona komið og gist hjá þeim þannig að þetta er líka bara svona veruleiki sem mig langar ekki að bara vera í og mig langar ekki að verða komið fyrir á svona endastöð sko. Þannig að ekki nema að það sé endastöðið mín og ég sé bara orðin rum og gömul og bara á heima þarna en það er til dæmis engin svona almennileg það er ekki almennileg sjúkraþjálfun fyrir fólk á hjúkrunarheimilum sko. Þannig að fólk svona sérhæfð þú er náttúrulega almennilega fyrir ekki, ég ætla ekki að tala illa en það er ekki sérhæfð sjúkraþjálfun fyrir fólk sem er með til dæmis MS eða aðra alvarlega sjúkdóma sko. Þannig að ekki fyrir ungt fólk. Hvað úrræði sér þú fyrir þér? Sko, fyrst og fremst þá er það náttúrulega það að fólk hafi valg. Það er bara mannréttindin eru fyrst og fremst að það séu valkostir. Og það getur alveg vel verið að það sé fólk á mínum aldri eða eitthvað aðeins eldra sem bara finnst það bara frábært og vill fá að velja að fara á hjúkrunarheimili og það er bara í góðu lagi ef það velur það. En þá er það líka bara því það hefur valið það og það hafa verið aðrir valkostir í boði. Í dag og þetta fólk sem var viðtölu við í þessum þáttum það var náttúrulega ekki, því var ekkert boði neitt annað, því var bara komið fyrir á þessum stofnunum. En ég sé fyrir mér að það er náttúrulega að það sé eitthvað svona hjúkrunarheimili sem að er þá meira sérhæft sko, þú veist þannig að það sé ekki með svo gamla íbúa að það sé bara endastöð sko. Það þurfi samt ekki að vera á hjúkrunarheimili, þessu hjúkrunarheimili alltaf. Ég sé fyrir mig líka að náttúrulega halda áfram að vera með notendastýrða persónuþjónustu sem er í gangi í dag. Þannig að fólk geti bara ráðið til sín, aðstoða fólk og geti bara búið heima og fengið aðstoðina heim. Og það virkar náttúrulega bara mjög vel fyrir marga og svo líka að það sé kannski líka ekki síst að það sé ykkur staður þar sem er hægt að vera með svona hvíldareinlögn fyrir fólk sem er með þunga með mikla hjúkrunarþörf að það sé ykkur stað pláss fyrir það fólk að komast í hvíld og fá bara svona sérhæfða hvíldareinlögn, ekki þá inn á hjúkrunarheimilum sem er ætlað fyrir fólk sem er komað að endastöðina heldur svona frekar sérstakt það sem er fyrir fólk sem þarf að halda áfram virkninni, þú veist, og þarf að halda áfram sjúkraþjálfuninni og þarf að halda áfram bara að vera með virkninni í lagi. Já. Eru dæmi eitthvað svona slík úrræði í öðrum löndum?
Já, það eru dæmi Danmörk svolítið svona, komið svolítið svona langt í þessum málum og það eru meiri segja með, sko, Danmörk meiri segja með svona alveg sérstaka MS spítala, sko, þannig að það alveg svona draumalandi, sko. Okay. Já, og en það mjög misjæft, svo að því ég var nú með, var á fundi daginn þar sem voru bæði Evrópubúar og svo áttu við líka góðan fund með norræna MS-ráðinu og þá kemur í ljós að í velferðarsamfélaginu Noregi þá voru sömu sögur verið að segja að fólki með MS sem hafa potað inn á hjúkrunarheimili. Þannig að þetta bara, það er víða potti brotin, sko. Yeah. En svo komum við náttúrulega líka, við erum líka mjög vel sett með marga hluti, það margt mjög gott, sko, sem í gangi á Íslandi en betum á duga skal. En að þegar við tala önnur lönd, þá vinkonum mín bjó sem sagt í Sviss og þar hafði hún aðgang að ákveðnum lyfjum og hún sagði að það var svo ótrúlega erfitt að flytja aftur til Íslands. Það var svo erfitt að komast inn í greiðslukerfið og fá þetta lyf niðurgreitt að þetta eru rándir lyf sem að þessi krabbmeins og lyf eða þessi MS-lyf og er þetta eitthvað sem að MS-félagi hefur eitthvað skoðað? Erfitt fyrir fólk kannski sem að býr erlendis að komast heim og geta fengið áfram aðganga sömu lyfjum? Já, ég hef reyndar ekki við hefum ekki fengið beiðni þessa aðstoð, sko, en ég hef heyrt að fólki þegar það búið að búa lengi erlendis að þá getur keyptir svona tryggingu á milli, þannig að þegar þú veist þú ert að fara að flytja heim að þá getur keyptir ykkur svona sjúkra tryggingu á milli sem á að kávera þetta tímabil sem þessi 6 mánuðir eitthvað svo les. Já. Og líka að var erfitt að fá aðgengi að taugalækni. Já, það er náttúrulega bara yfir höfu, sko. Það er alveg saman hvort þú komið frá Sviss eða Erlandi eða bara frá Kópavogi, sko. Það er rosa löng bið eftir að komast að hjá Og að því að þeir þurfa að skrifa upp á lyfin. Þeir þurfa að greina og þeir taugalækni. Já. Þannig að það er bara því miður. Og þetta er kannski á bara við alla langvinna sjúkdóma. Þetta er kannski þessi erfitt svona fara einu kerfi í annað. Já, svo vorum við líka að tala það er náttúrulega bara líka þróun í svona bara í kerfinu á Íslandi, það er bara mikil framþróun líka í gangi í kerfinu á Íslandi að láta þau öll tala saman. Eins og þú ert kannski alveg eins og ég hafði, ég fekk svona pínulítið húðkrabbamein, hvað er það, sortaæxli 2011 og það var bara greint hjá húðlæknunum mínum og skorið á stöðinni sem heitir Domus og það var bara klárað og bam, ekkert mál. En aldrei kom það fram í gögnunum mínum hjá Landspítalanum og ég fattaði það náttúrulega ekkert að það hefði ekkert farið á milli. En skrítið. Já, og þetta bara náttúrulega eitthvað sem alltaf verið að laga og verið að vinna í og að við sem einstaklingar, við sem sjúklingar eða bara við sem einstaklingar, við höfum í rauninni meira aðgengi að gögnunum okkar. Kannski búið að gera það núna með heilsuveru eða hvað? Það er ekki allt komið í heilsuveru, svo er eitthvað sem heitir Saga. Já, það er kerfi sem innan spítalan, sko. Og þetta er allt í vinslu og ég er nú ég er líka í ráði sem heitir notendur á heilbrigðisþjónustunnar. Það sem að Landspítalinn hefur búið okkur til svona samráðs bara svona líka fræða okkur bara hvernig þróun er að verða og að það er farið að hlusta meira á notendur, hlusta meira á sjúklinga og hafa okkur meira með í ráðum og það er, þannig að þetta snýr náttúrulega líka svolítið mikið að persónuvernd, við verðum náttúrulega líka alltaf að passa, þú veist að það má ekki fara, það er alltaf það þarf að smíða þessi kerfi svo rosalega vel þannig að persónuverndin sé alveg negld niður. En ef við tölum aðeins lyf og lyfjagjöf, að því að þeir sem ég ræddi við þeir töluðum svo misjamt, eru mörg mismunandi lyf í boði? Já. Það er alveg til mörg mismunandi lyf og það er til lyf bara svona útfærslan á því til dæmis að þetta taka bara töflur sem að
það bara það sem þetta taka bara 2 á dag. Svo ertu með, og það nokkra tegundir, mismunandi tegundir á töflum sem að er að taka. Svo eru sprautulyf og það var til dæmis mín fyrstu lyf. Þá sprautaði ég mig bara í vöðva einu sinni í viku og varð alltaf lasin, þannig að lífsgæðin voru þau, ég var alltaf með einu sinni í viku, var ég með svona 1,5 dag, 38, 39, 5 stiga hita. Þau alveg ennþá í gangi og einhver ennþá nota þau og svo það innreynsli lyf sem eru gefin þá bara á 6 til 18 mánaða fresti sem eru þessi í rauninni upprunalega krabbameinslyf. Það er alveg magnað að geta fengið bara lyf einu svona ári og það virki. Já, alveg magnað sko, alveg magnað og 7-9-13, þetta bara svínvirkar sko. En svo brá mig svolítið daginn sko, ég var á ráðstefnu og var að horfa á að því að svo líka þetta fyrir stofnfrumu meðferð, ef engin önnur lyfja meðferð dugar á kastaformið eða út í kastasjúkdóm, að þá þetta að fara í stofnfrumu meðferð, en það ekki margir á Íslandi sem hafa farið í stofnfrumu meðferð. Og svo var rannsóknarlæknir setti fram þarna svona töflu með hættulegustu meðferðunum og auðvitað stofnfrumu meðferðin, hún hættulegust en þar fyrir neðan og ekki langt frá það var mín meðferð og ég bara, ok. Hvað þá hættulegt við hana? Það bara að því að ónæmiskerfið náttúrulega bara tekið niður í ekki neitt sko. Eðlilegt að vera með, nú bara veit ekki hvað það heitir, eitthvað gildi í blóðunni sem á að vera í kringum 400 og markmið með þessu lyfi sem heitir rituximab sem ég á. Er það sem þú fær sjaldan? Já, núna fæ ég það bara einu svona ári og eða meira sé bara eða 18 mánaða fresti. Og sem sagt já, gildið á að vera bara svona venjulegu fólki sem ekki á þessu lyfi kringu 500 og á þessu lyfi gott að það fara niður í 0,5. Þannig að ónæmið mitt, þú veist, þannig að eins og til dæmis eins og með COVID að því ég með þetta látt ónæmiskerfi eða lélegt í rauninni þá orðið að þá náttúrulega verði ekki ónæm fyrir COVID sko, eða bara hverju sem þú veist, bara, þá getur bara fengið aftur og aftur og aftur. Þannig að þetta passa þér rosalega vel. Ég það náttúrulega passa mér rosalega vel, já. Þannig að ef það einhver veikur í kringum þig, þá ertu kannski svona... Já, þarf ég að passa mig sko. Forðast, já. Þessi vinkona mín sem bjó í Sviss, hún sagði að þar hefði verið í boði eitthvað svona sprey í munnin sem var kannabis til þess að minnka einkenni. Er það eitthvað sem leyfilegt á Íslandi? Nei, ekki að mér vitandi, nei. En það samt fullt af fólki sem hefur einmitt talað að kannabisið hafi svona jákvæð áhrif, sko. Er það svona CBD-oljur kannski eða eitthvað? Já, til dæmis líka, já. En þetta ég bara þekki það ekki nógu vel, sko. Nei, ég bara hef ekki stúdirað þennan heim, en þetta alveg tvímælalaust eitthvað sem þess virði að skoða, sko. En það þá kannski aðalega bara fyrir þá sem eru með verki? Ég held að þetta sé aðalega fyrir þá sem eru með verki, já. Ég bara heppin með það, ég ekki með mikið af verkjum, þannig að ég 7-13. Ég fæ ekki mikið af verkjum. Ég fæ stundum svona fellega að fyndi svona eins og sé að vera að gefa mér raflost. Já. En það bara svona vægt og milt og það ekkert eitthvað sem ég með lengi og hrjáði mér ekkert svona dagstaglega. En það sem ég held að þetta hafi mitt, þessi meðferð þessi fyrst og fremst fyrir þá sem eru með mikla verki. Já. Er einhverja mýtur tengdar MS sem að þér finnst þurfa að uppræta? Já, þetta bara verðist vera ennþá svona þessi gamla mýta með hjólastólinn, sko. Þannig að við endum ekki allir hjólastól, sko. Og eins og þetta, þú byrjar á að nefna líka þannig upp að við þáttar að þetta sem sagt, hefur ekki áhrif á lífslíkur, þannig að það er líka bara mjög gott að bara muna það alltaf og bara frekar lífsgæðin kannski. Já, og eitthvað fleiri svona mýtur ég veit ekki hvað ég get hugsað. Það er nú gott að það setja kannski bara búið að uppræta flesta mýtur. Kannski ég bara svo ótrúlega innvikluð inn í þetta, ég bara var svo samtina.
En þú ert nýbúin að vera á ráðstöfnu úti. Hvað kom áhugavert fram þar? Þú varst nú búin að nefna eitthvað? Já, það sem að mér varst svona, það var í rauninni þriðja gerðin af við erum búin að tala sko MS í kastaformi og við erum líka búin að tala MS í svona síversnun og svo var svona þriðja tegundin af MS sem að ég bara svona, ég er mjög spennt að vita meira og ég ætla að fylgjast með í framtíðinni bara en ég get ekki alveg þú veist, enskan var ekki alveg það góð hjá mér eða ég eitthvað svona það náðu sér ekki alveg en ég hlakka bara mjög til það eru rannsóknir framöndan í því. Já, er það einhver blanda? Eða? Já, eitthvað svona blanda og en svo gæti þetta einmitt líka verið þú veist, þetta með bara það, þó að við séum góð, þú veist, eins og ég er bara góð í dag en þá er sjúkdómurinn samt virkur þú veist, þannig að ég held að sé svolítið það að þó maður bara, hann er í dvala þannig að akkurat, já og svo fannst mér líka þetta með mér fannst þetta sló mig svolítið með stoppfrumu meðferðina og þessa lyfjagjöf sem ég fer í og bara langt flestir hérna á Íslandi fara í hvað hún væri rauninni þannig hættuleg með að við en hún er náttúrulega líka bara alveg frábær þú veist, og ég meina flestir af þeim sem ég þekki sem er á þessari meðferð þeir bara lifa ótrúlega góðu lífi með lyfjagjöfinni. Æ, það er gott. Já. En ef við kannski reynum að taka þetta pínlítið saman, við erum búin að vaða pín einu og reynu í annað. Það? Og fólk veit núna kannski aðeins meira sjúkdóminn, hvað hann er og einkennin og svona. En hvað getur við gert, eða þeir sem eru með MS fyrir ekki, hvað geta þeir gert til þess bara bæta lífsgæðin sín? Vist, ef við hugsaum þetta sem heilsutengt. Já. Sko, það sem ég myndi bara svona bara í fyrsta lagi, það væri að velja í hvað ætla ég að nota orkuna mína. Af því það er bara, MS-ið er bara svolítill orkuþjófur og getur lagt fólk bara virkilega flatt ef það vanda sig ekki. Þannig að maður þarf að hugsa orkuna sína svolítið svona bara alveg frá A til Ö. Ef þú ætlar að fara til útlanda fara til útlanda, njóttu þess nýttu þér tækifærin eða tækin sem eru, þú veist, á flugvöllunum bara sestu í hjólastól eða sparar orkuna þina ekki vera feimið með það er alveg átök, sko fáðu svona parking, fallaðastæði merkið í bíliðin að því að stundu þarf maður á því að halda og ég er með svoleiðis líka bara mér finnst líka að það var einn sem ég hitti úti hún eiginlega svona bara tók þetta alveg saman í svona einni setningu hún sagði sko og ég er alveg með MS og allt er góð með það en hún ákvaði að kjósa að horfa á MS sem svona partner eða sem bara svona félagi hún er bara með félag og félagin er MS og hún sagði reyndar að félagin væri karlkyns að því að allt slæmt sem hefur gerst í heiminum komið frá karlkyninu en ég ætlum ekki að fara alveg svo djúpt sko en að bara að hafa félagann bara svona við hliðin á sér og þú veist, leyfa honum að þú veist, hann er þarna og gera ráð fyrir honum og allt það en ekki láta félagann stjórna heldur að bara svolítið svona reyna að taka völdin svolítið sjálfur og svo þegar fólk spyrir þig, þú veist, hvernig hefur það og þá bara ég hef það mjög fínt og ég er rosalega glöð og ég er rosalega kátt en MS er við hliðina á mér það er svona, það er eitthvað frekar dapurt í dag og það er bara frekar niðurdreið og gengur ekki nógu vel með það þannig að mér varst það líka svolítið góðu punktur þannig að því að ég á ekki endilega og líka þetta með sko ég er með MS þetta á ensku sko, þú veist ég er með MS en MS á mig ekki I've got MS but MS hasn't got me þannig að maður bara svona svolítið og líka þetta jafnvægi, bara ótrúlega mikilvægt að hafa þetta jafnvægi, þú veist, vera í bara jafnvægi í mataræði, þú veist, jafnvægi í hreyfingu, þora að lyfta þungu og þú veist, og þora að hreyfa sig og fara út og það eru nýjustu rannsóknir líka sem sýna til dæmis fram á það einu sinni var okkur svolítið bannað, við máttum ekki fara alveg, við máttum ekki ofþreyta okkur, nú megum við ofþreyta okkur, það er nýjustu rannsóknir sem sýna það
að það bara í boði að bara taka bara svolítið vel á því og bara þreyta okkur svolítið mikið. Þannig að það frábært. Já, mjög frábært. Þannig að það bara temja sér góðan lífstíl. Já, svolítið mikið. Og svo sko, ég til dæmis get alveg kennt MS ótrúlega margt þegar það hendar mér, skilur, en ekki kenna öllu slæmi sem gerist í lífinu MS. Heldur bara, ég get ekki tekið uppáttöflinni í dag, ég er svo mikla MS-verki, ég er svo mikla MS-streitu, ég bara get ekki tekið uppáttöflinni. En bara svona yfir höfuðið, bara leifa MS-inu að hafa, taka tillit til, en reyna að láta ekki stýra of miklu. Sko við erum aðalega búin að vera að fókusa á líkamlegu einkennin og svona, en mér langar kannski að spyrja bara rétt í lokin hugrænu, sko hver áhrif MS á hugrænafærni? Sko hún getur náttúrulega bara orðið mjög alvarleg og fólk getur bara tapað, sjúkdóminu getur lagst á vitsmunalega vitsmunalega færni fólks. Þannig að það fullt af fólki sem sem hægt að geta starfið við þá vinnu sem það var að vinna því að það bara ekki með sömu færni og það hafið áður. Sálfræðingar sem hafa ekki ná ekki að fókusa og læknar sem að gleyma og þannig að það svona, það getur líka haft mjög svona djúp áhrif á það. Það að segja þegar köstin leggjast á vitsmunalega færni. Ég rak eina setningu eitt sem að sagði læknirinn hefði strax sagt við hann fekk greiningu bara ekki googla þetta. Já. Og saman þú varst eitthvað að tala áðan, þú vilt heldur ekki vera að googla of mikið. Ég held að það ekki líka bara gott ráð af því að fá bara ráðin frá fagmönnunum sem þú ert með, ekki að vera að googla það svo margt vittlust líka til. Það líka margt vittlust til. Ef þú ætlar að googla eitthvað sjúkdóminn, þá mæli ég bara með að skoða síðuna hjá okkur hjá MS-félaginu. Það ótrúlega góðar upplýsingar inn á síðunni og ég get líka bara kvíslaði að þér að taugadeildin bendir líka á upplýsingarnir á síðunni hjá okkur. Þannig að það er bara það eru mjög góðar upplýsingarna þar, kannski svolítið mikið af þeim, en en því að einkenni getur náttúrulega, ef þú googlar og bara, og nú er ég á þessum skemmtilega tímabili líka sem heitir eitthvað breytingaskeið, það er svolítið mikið í tísku að tala þannig að þá bara harmonerar það ótrúlega mikið saman, mikið af einkennunum við breytingaskeið það sama á MS, jafnvægisleysi, gleymin, það borgar sig ekki að vera að googla á mikið, bara Já. Ég held við séum nú bara búin að kofera helst. Já, það ekki. Eins og ég segi, ég vissi ekki mikið þennan sjúkdóm fyrir. Nei, en veistu eitthvað meira núna? Ég veit aðeins meira núna. Aðeins núna, já, ok. Kannski því ég googlaði líka eins og gæði. Já, ok. En það var aðalega ykkar heimasíða. Já, ok. Og spjallaði við einstaklinga með MS og það komur einmitt svolítið svona á óvart hvað þetta ótrúlega mismunandi einkenni. Já. Og einmitt bara, og líka sko, bæði einkenni mismunandi og svo líka bara hvernig sjúkdómurinn haga sér, að sumir bara greinast strax bara með síversnun, bara strax upp að fá aldrei köst, og meðan aðrir fá bara köst, og sumir fá bara einu svona ævinni kast. Já, ok. Já, og svo bara, og svo getur fólk farið snemma í síversnun og seint í síversnun. Þannig að þetta alls konar. Já, en heldur það mun einhvern tímann finnast lækning? Já, ég held það. Ég bara mjög vongóð það. Nú er mitt þetta með þennan nýja Epstein-Barr-vírusinn, eða Barr-Epstein, ég eru glætt að hvort undan, að það svona fyrsta vísbendingin eitthvað og þannig að ég held að það verði. Svo fannst mér líka frábært þegar ég var að lesa, það eru mikla rannsóknir náttúrulega í gangi, ekki samt, já það er fullt af rannsóknum í gangi og þeirra til dæmis sem ég var að lesa það komur líka fram á þessari ráðstefnu tengt til dæmis íslenskri erfðagreiningu þannig að það svona alþjóðlega rannsókn þannig að ég hlakka bara mikið til að sjá hvað kemur út úr því þannig að við munum fylgjast með alveg tímarallaust. Þannig að mikið rannsóknum í gangi? Já, það er alveg mikið rannsóknum í gangi, ekki svona sama leveli og til dæmis krabbameinsrannsóknir eða
eða eitthvað svoleiðis í að það er miklu færri náttúrulega sem að greinast með MS heldur en krabbamein sko. En það er alveg mikla rannsóknir í gangi, en það sem er samt svona þetta er náttúrulega alltaf svolítið flókið og snúið því að við þurfum alltaf að vera með óháðar rannsóknir því að við megum ekki vera með alþjóðasamfélagi má ekki mikið styðjast við eða fá pening frá lyfjafyrirtækjum því þá eru þær náttúrulega ekki þá eru rannsóknir ekki raun rannsóknir, þá eru þær bara til að styðja við einhvern ákveðin lyfjaframleiðanda þannig að þetta er mjög erfitt með það að gera þannig að fjármagnið er alltaf svona þyngst sko. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað framtíðin byrja skauti sér. Það er minn óskadraumur að það verði lækning við MS. Ég allavega vona það svo innilega. Annarkvort lækning eða hugsanlega bara þá einhvers konar bólusetning. Hvað veit maður? Er þetta ekki bara frábær lokaorð? Er það ekki bara bjarta framtíð með jafnvægi og gleðinni af vopni. Takk kærlega fyrir að koma Hjördís. Takk fyrir að fá mig og gaman að spjalla og sitja hérna. Æðislegt. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.